Komið í sæl og blessi, kæri naut. Áður en ég byrja lesturinn ykkar, þá langar mig að minna á bókina mína sem er ennþá til sölu. Þetta er leiðbeiningabók með tarotspilum. Hún er byggð upp úr námskeiðum sem að ég hélt og ég fer í gegnum öll spilin og skrifa skýringar við þau og síðan getur fólk skrifa hjá sér hérna punkta líka. Og það eru nokkra lagnir hérna aftast. Það er þekki einhvern sem að vantar svona litla leiðbeiningabók á íslensku. Mjög skýra og einfalda. Þá er bara að hafa samband við mig á Messenger á miðlun og heilun. Og ég sendi hvert á land sem er og jafnvel til útlanda ef að því ber að skipta. Ok, takk fyrir þetta. Og þá er það lesturinn ykkar, kæru naut. Það er að vera í flæðinu. Ef þið hafið verið með einhverjar áhyggjur að kvíða yfir því hvernig hlutirnir ganga, þá er verið að reyna að fullvissa ykkur það að allt sé að flæða eins og það eigi að gera. Og það eina sem þið þurfið að gera er bara að slaka á og sleppa tökum. Tíminn sem er framundan hjá okkur verður auðveldari heldur en sá sem þið eru að lifa núna. Og það sem þið þurfið að leggja áherslu á er að reyna bara að njóta ferðarinnar. Líka ef ykkur vantar aðstoð eða hjálp, að veri þá endilega órög við að biðja hana, kæru naut. Það er ekki alltaf auðvelt að sleppa tökum þegar maður er orðið vanur einhverju og maður er fann að ríghalda í hluti, manneskjur, staði, ástand, hvað sem er. Þá þarf að svona tileinka sér ákveðið æðruleysi til að sleppa tökum og opna fyrir eitthvað nýtt, leyfa einhverju nýju að flæða inn. Þegar maður sleppir tökum og leyfir sér í flæðinu þá verður allt miklu auðveldara. Þegar að við hættum að streitast á móti og getum við farið að nota kraftana í eitthvað annað. Og svo erum við með þennan fallega leiðbeinanda hér eða hvað ég var að segja, hjálpar engil sem að er að hjálpa þér varðandi heilsuna. Ef að þú, kæri naut, er búin að eiga í einhverjum heilsufarslegum áskorunum, þá er hérna einhver sem að ætlar að hjálpa þér með það. Skulum aðeins sjá hvað þetta spil segir okkur. Já, allar upplýsingar sem koma til þín sem varða heilun eða græðslu á einhverju. Reyndu að leggja við hlustir þegar hún kemur til þín. Það eru hérna heilunar englar tilbúnir að hjálpa þér með tilfinningalega, andlega eða líkamlega vanheilsu. Og kannski væri jákvætt fyrir sum ykkar, kæru naut, að leita til græðara, lækna eða heilara. Þangað sem að þið haldið, þar sem að þið haldið að þið muni fá bót meina ykkar. Kannski hefur lesið einhvers staðar, kæru naut, upplýsingar sem að gagnast þér varðandi heilsuna eða varðandi betri líðan.
þegar við erum ekki að tala um alvarleg veikindi, þá oft hægt að bæta líðanina með ýmiss konar bætiefnum eða vítamínum. En endilega leitið ykkur læknis ef eitthvað alvarlegt að ræða. Þessi græni fallegi litur, hann litur heilunar og hann kemur líka mikið fyrir hérna í þessu næsta spili. Tónlist getur verið græðandi, heilandi og haft mikil og góð áhrif á sálar ástand og líðan. Og síðan svolítið merkilegt að þið fáið annað spil hérna sem heitir hreinlega healing. Þarna verið að tala um bara blessun fyrir alla sem þurfa á heilun að halda og að þér verði leiðbeint í rétta átt varðandi það að líða betur. Ok, kæra naut, þannig að einhver ykkar eru greinilega að glíma við einhvers konar vanheilsu. Síðan hérna ákaflega fallegt samband, sameining hjarta. Þetta tenging, ástartenging sem ekki hægt að skýra. Ok, þannig að það þarna einhver sterk tenging, væntanlega milli þín og einhvers annars aðila, kæra naut, sem að þú sjálft kannski getur ekki endilega útskýrt hvernig Þú finnur bara að tengingin sterk og þú finnur að hjarta þitt og hjarta þessarar manneskju tengjast kannski bara á tilfinningalegan hátt, án allra orða, án allra útskýringa. Þessi tenging, þetta samband hefur örugglega heilandi áhrif á þig eða þína nánustu því að það svo mikið hérna varðandi heilun. Heilun getur verið margvísleg, hún getur verið betri líðan, hún getur verið það að veikindi minnki, gangi tilbaka, einkenni, réni eða hún getur verið hreinlega á þann hátt að þér fara að ganga betur með ákveðna hluti. Heilun getur líka verið í samskiptum og oft þar sem að heilun kemur að verður fjölskyldumunstrið eða samskiptin á heimilinu ljúfari og á jákvæðari nótum og betri. Þannig að heilun ekki bara varðandi heilsu, hún getur komið inn á mörgum stöðum. Þannig að þetta svona svolítið vítt svið sem verið að tala um hérna fyrir þig. Og af því að þetta fallega spil kemur inn, þá bara mjög líklegt. Afsakið þurfti allt í einu að hósta og hnerra. Kannski einhver ykkar sé með flensuna, hver veit. En það sem ég ætlaði að segja var að það mjög líklegt að sé einhvers konar heilun á sambandi. Ef að einhver tenging hérna hefur verið erfið, þá getur verið að það verði breyting til batnaðar. Það getur verið milli foreldra og barna, eða í ástarsambandi eða vinarsambandi, en þetta allavega náin tenging og mikill kærleikur í henni. Ok, kæra naut, þannig að lesturinn þinn snýst aðallega um það að vera í flæðinu, hætt að streitast á móti
og taka á móti allri heilun sem að þér býðst. Síðan færðu hérna eitt englaspil sem að hefur að gera með framfarir, stöðugar framfarir, jafnar framfarir, steady progress. Hér er bara verið að hrósa þér fyrir hversu vel þú ert búin að vinna þín svona lífsverkefni og það að þú munir alltaf eftir kærleikanum í öllu sem þú gerir. Þannig að þú ert að vinna verkin þín að heilindum og það sem þú gerir dagstaglega, það hefur áhrif, meiri áhrif en þú heldur bara á alla í kringum þig og á þitt nánasta umhverfi og heiminn. Því að þú virðist vinna, eins og ég sagði áðan, verkin þín af heilindum og kærleika. Þessar 3 fallegu fígúrur hérna gætu haft eitthvað að segja fyrir þig. Þetta gætu til dæmis verið 3 börn eða 3 manneskjur sem skipta þig máli í þínu lífi. Eða þú gætur verið í einhvers konar hópsamstarfi þar sem að 3 koma saman í kærleika og eru að vinna góð verk. Allavega eru framfarir í gangi og það er bara verið að fullvissa þig að það sem þú ert að gera, það skiptir máli. Það skiptir máli fyrir þig og líka fyrir aðra í þínu lífi. Ok, kæra naut, þetta voru skilaboðin þín í dag. Ég vona að þú hafi fundið eitthvað sannleikskorn í þessum lestri eða jafnvel bara haft gaman á honum. Og ég óska þér alls síns besta, ljós og kærleikur.